Ótrúlega góð lykt. Ég búin að undirbúa svona, nú allt eiginlega að vera klárt. Ákveður eftir að henda sér matnum og... Og hvað matinn? Það bænumstík. Já. Steiktar kartöflur og salat og... Við erum ekki með öll og þetta bara... Já. Þetta kemur bara rosalega vel út. Þetta rosalega gaman þegar að koma bæði námskeið og útlendingar og svoleiðis til okkar. Það finnst mjög spennandi að geta komið aðeins inn og... Já. Og ég með svona alls konar dót, ég með... Það eiginlega allt svona bara frá konum sem ég þekki. Það eru peysur úr sveitinni og það duglegar að prjóna svona hestapeysur, mjög vinsælt. Æðislegt. Og svo ein hérna sem að gera svona sem nú kannski nauðsynlegt fyrir flesta alla. Þetta svona millifóta sokkur fyrir veturinn þegar það verður kalt, sko. Já, segi ég alveg. Þetta gerir hún jóka hérna vinkona mín. Já, ok. Þetta náttúrulega alveg nýtt. Saumastofu jóku. Og það fylgir sko í leiðbeiningunum að það sé hægt, sem sagt, að ein stær hentar öllum. Sé sokkurinn of lítill skal fara í kalda sturtu og hann passar. Og ef sokkurinn er stór þarf að þæfa í rétta stærð. Þannig að one size fits all. Ok. Svo eru reyti hérna frá Jóni Seðla og fullt af vörum frá Líflandi líka sem við erum með. Og og svolítið mikið traffík af útlendingum núna? Já, það bara mjög mikið. Við erum að fá núna 4 hópa í september og jafnvel 2 í október. Já. Og það svo fyrir utan fólk sem að hringir bara með stuttum fyrirvara og jafnvel að leita hestum og svoleiðis. Þetta svona skipulegir hópar sem að koma í svona ræktunarbúferðir. Já. Og blanda saman heimsókn á ræktunarbú og fara svo í hestaferð og kannski í skoðunarferði líka, Bláa lónið. Þetta svolítið skemmtilegt blanda. Þeim bara mjög vel út. Og þið eru núna nýtekin við reksturinn hérna? Já, tókum formlega við 1. september. Og við leigjum það núna alla aðstöðu, reiðhöllina, hesthúsið. Mamma og pappi eru ennþá með 8 pláss, þannig að þau eru með svo sem alveg nóg fyrir sig og eru náttúrulega áfram með sína ræktun eins og hún hefur verið og eru að selja trippu og svoleiðis en ætla að fækka aðeins merum og hrossum hjá sér. Já. Og við ætlum svo að sjá þennan daglega rekstur á hesthúsinu. Sem sagt að við ætlum að vera með í talningu og vera með í söluþjálfun og pluss að við ætlum að vera með svolítið reiðnámskeiðum og svo þessi ferðaþjónusta sem við höfum verið að bjóða upp á í kringum þetta líka. Já. Og hvað svona helst á döfunni í námskeiði haldi og eitthvað svona spennandi? Þetta hefur nú helst verið þannig að hópar koma og leigja aðstöðuna hjá okkur. Þá hafa þeir ákveðið sem sagt hvaða kennarar ætla að hafa og koma bara hérna og eru með aðgang á höllinu og ég hef verið sem sagt að degra við á í mat og kaffi og svoleiðis. Og hvað ef ég ætla að koma hérna með 6-7, hvað er svona cirka kostar að fá eina helgi og allt innakallið námskeið og... Við höfum verið að rukka, við minnum að síðan 25.000 á dag fyrir höllina, fyrir utan vask og svo höfum við verið að rukka 3.000 á dag í mat fyrir hádegismat og kaffi og þá þetta, ég með lambalæri og bæjónskík og eitthvað svona, með svolítið flottan mat, þannig að við erum að gera þetta svolítið svona að fólk finnst gaman að koma og að líða eins og að sé smá degri líka. Já, og þetta náttúrulega öllum opið og allir velkomnir að koma. Það samband við okkur og það hefur eiginlega síðan bara komið best út að hver hópi fyrir sig, að þetta svo misjafnt hvað fólk vil læra, að þau hafi samband bara beint við reykjannara. Því að hinn og Hulda hafa komið mikið og Júlil hefur líka kennt hérna, Sigrún Sigurðar hefur líka verið að kenna hérna og Snorri Dahl og fleiri, þannig að þetta svona bara svolítið fer eftir hópum hvað þeir vilja fá, þannig að við höfum svo sem ekki verið að skipta okkur of mikið af því. Og ætlum jafnvel að fara samt út í einhverja skipulagða hópa sem að við
ákveðum þá kennaran. Já, En við sjálf erum ekki alveg búin að klára það plana þá. Nei, ég komið vetrardagskrá fyrir það. Ekki alveg Nei. það. En það er hægt að koma með svona í tamningu og þjálfun Já, og og í í sölu. skósölu og við erum náttúrulega með heimasíðuna, iceevents.is. Já, Þar við verið að reyna að setja inn söluhross sem við erum með og þetta er náttúrulega bara alltaf tímast til núna, það er reyndar að verða alveg bara stútfullt hesthúsið, já. það er að hringja núna. Mikið að dörfum komin inn og bara mjög gaman. Já, Við erum eiginlega ekki ennþá farin í það að auglýsa, þannig að þetta hefur já, bara tekist mjög vel. já. Bara takk fyrir þetta. Takk fyrir spjallið. Sem leiðis. Gangi ykkur vel. Takk.